Lásson, velkomin. Byrjum bara að snöggt á Víkisleiknum. Svona hvernig horfði sá leikur við þér? Það var illa. Þetta var mjög slakur leikur. Sennilega okkar lélegasti leikur sem hafði tímabilsins. Fyrir áleikurinn var bara virkilega slakur. Við mættum ekki til leiks og litum mjög illa út og litum Víkingarna bara líta vel út. Seinni áleikurinn var skárri en svo sem ekkert sérstakur heldur. Þannig að ég held að bara nokkuð vel sloppið að fyrir 3-2. Við snúum okkur bara strax að næsta leik. Það er FH á sunnudaginn. Erfiður leikur, hvernig svona leggst það verkefni í? Það leggst bara ágætlega í mig sko. Ég held sé fínt að fá sennilega eitt besta, ef ekki besta lið landsins í leik eftir að við stóðum okkur svona illa. Þannig að það er mjög verðugt verkefni og við erum búin að vera að reyna að vinna í okkar málum núna þessa vikuna og við mætum ákveðin til leiks. Það er bara eldsnöggt á hópnum. Við Tjök Orri Sigurjóns, Ingi Freyr og Kristi Þór hafa verið svona út úr liðinu alltaf. Hvernig er svona staðan á þeim? Ég held að staðan á hópnum núna sé svo að ég held að sé allir að vera klárir. Fyrir utan Ingi á eitthvað eftir land, þannig að ég held að menn séu svona dettin einn af öðrum. Og þetta, eins og þessi FH-lið er mjög massíft lið. Svona, þú ert náttúrulega hókina reynslu. Hvað svona heldur að þið þurfið að gera til þess að ná hagstæðum úrslitum? Já, við þurfum með okkar langbesta leik til þess að við ætlum að ná í eitthvað. Það er alveg klárt. Það þurfum allir að vera að spila algjörum toppleik. Þannig að ég held að menn gerir sér alveg grein fyrir því og menn verða að koma vel stendur í þetta. Lásson, takk ég fyrir. Kristi Þór, velkomin. Takk. Byrjum fyrst aðeins á Víkingsleiknum. 3-2 tap. Hvernig svona spilast sá leikur? Við áttum ekki okkar besta dag, ég held að sé óhætt að segja það. Við vorum bara fyrri hálfleikur sérstaklega, þá vorum við bara alls ekki góðir og langt frá mönnunum okkar og það gekk lítið upp í okkur, heldum boltanum lítið innan liðsins og það er eitthvað sem við þurfum að laga. En það er náttúrulega FH á sunnudaginn, það sem þú veit að mætir bróðinum. Hvernig svona leggst það verkefni í? Það leggst mjög vel í mig. Þetta er bara flottur tímapunktur, við erum að fara inn í mjög erfitt prógram. Við höfum núna þessi stærstu lið í deildinni, við höfum þau núna næstu leikjum. Þannig ég held að þetta sé bara flottur tímapunktur að mæta svona stórum og sterkum liðum. Og kannski, ef við horfum á björtuliðunar, þá erum við búin að vera mjög duglegir að skora mest í deildinni. Hvað þurfa að byggja ofan á fyrir leikinn mot FH? Það er náttúrulega varnarleikur nr. 1 og 3 eins og allir vita og það er búið að vera tönglast í öllum fjölmiðlum að við getum ekki varist, getum ekkert, segja margir og vera að gera grín á okkur hér og þar. Og eins og þetta er bara kannski að flottu tímapunktur að fara í eins og erfitt prógram, það býst enginn við neinu af okkur. Þannig að eins og varnarleikurinn hlýtur að vera það sem við kannski fókusum aðeins á móti FH. Bara lítið svona persónulega, náttúrulega mæti bróðinum. Hafið spilað á móti hvernig öðrum nokkuð oft? Sko ekki að sumri til. Við höfum mæst hérna inn í Boga og í einhver svona gannileikjum og heim í stofu og eitthvað svona sko, en ekki í Íslandsmóti held ég alveg pottið. Og þú náttúrulega hlýtur að vilja taka þessi 3 stig af þeim? Að sjálfsögðu, það kemur ekkert annað til greina og að vinna bróður sinni er kannski eitthvað sem gerir þetta ennþá sættara. En eins og segja, þetta er smá brekka en þið eigin alveg ekkert að klifra það upp? Að sjálfsögðu, auðvitað er þetta brekka, ég meina við vissum það líka fyrir móta að þetta er ekkert auðvelt og við vissum það að þegar við erum komin í Pepsi-deild þá eru leikir á móti Þór stig sem lið horfa í, það er bara svoleiðis. Þannig að við vissum það allan tíman að þetta yrði brekka og þetta yrði erfitt en þetta er eitthvað sem við verðum bara að kljást við. Kristi, takk fyrir. Takk sömuleiðis.